Gott fólk, verið velkomin Hreinn Vöðvi, Solo Edition. Sko í dag ætla ég að sýna frá æfingunum minni. Þetta er upper body, taka svona bak, taka svona chest, taka svona hendur og síðan enda ég æfinguna á stigvélinni. Ég þekki samt að sýna frá því. En já, sko, þetta er gaman svo geta, þá tók ég upp æfingu á föstudaginn, núna mánudagur. Tók upp Q&A-ið og æfingu, en þú veist það var að eitthvað vesen með smithvélina eitthvað og síðan sjálfsögðu var ég battersflaus þótt að ég hélt ég hlaðmyndarna. Þannig að köttast bráð, þannig ég tækt allt upp aftur núna. Þannig að kannski koma 2 æfingar og 2 myndbönd. Það vita að þetta myndbönd koma undan, það vita að setna það er engin útgangur á því eða eitthvað þannig dæmi, skilur mig. Þannig að ég vita allavega því. En þú veist, ég bara pröfði fyrst skipti. Ég er með upp í Reebok, haldið á myndavélni, með mikrofón. Ég er 36 ára og mér líður ekkert eðlilega kjánulega, en hey, það er part of the job, ég er að gera þetta fyrir ykkur. Þannig að verið þakklátt og horfið á þetta. Þetta er Hreinn Vöðvi, let's go. Herru, ég er að byrja hérna á cable upper back row og ég mun taka 2 vinnusett í dag og ég mun líklega klippa þetta þannig að það verður bara sýnt, þú veist, 1 sett af hverri æfingu. Þetta er alveg 7-8 æfingar með kviðnum og þannig að sé ekki taka til myndbandi eða eitthvað. Þannig að ég mun byrja núna að taka allan eitt uppbytunarsett. Það er að passa upp formið, ekki beint og þú veist, og ég er að vinna upp hérna til að ná efra bakinu. Fer alveg hérna, fæ alveg teygju, sjá hérna herðablöfin, skýti mér hérna fram til að meiri teygju allt og skýti hérna upp. Ja. Lótum á þetta. Það er fyrsta vinnusettið og já, reppið segir 10 til 15. Þannig að markmið mitt er að ná einmitt 15 eða allan nála 10. Þessari hreyfingu. Baki beint, rétt af hérna axlunar, svo hallar maður aðeins fram, fá teygju, allt öðru bakið og tóka upp að bringu. Hægt tilbaka að halda spennu. Þetta var 10 á pefast þessi þyngdinni. Það er bara alltaf leið, reference er 10 til 15. Þannig ég mun bara halda þessari þyngd núna í 1 seti viðbót og reyna á 10 plus. Það er machine row, búin taka 1 uppbytunarsett, 2 vinnusett og ég vil að púðin, efri partinn á púðunum svona hérna fyrir ofan chestið og finna hvað þér að þægast með fæturnar hérna, skiptir ekki svo mikið máli, bara svo lengi sem þetta þrýsta chestinu alveg í púðan, svona góðu gripi hérna, þannig að teygja á öllu bakinu og svo halda fast og toga með olnbogunum. Og Krista, hægt tilbaka, halda spennu í vöðum allan tíman og svo
8 úr 10. Svo næsta vinnusæti þyngdi vel og reyna á því alla sexinu. Það er á vinnusæti nummer 2. Svona 8,5 skráð samt sem 8. Já, næst er Smith Machine Incline Press og fókus hérna er að reyna á stöngina eins og nálægt hálsinn og ég get tökka olnbogana hans inn, niður og pressa, hægt niður og pressa. Og já, referensi er 6 til 12, það sjá bara hvernig það er. Þetta er fyrsta vinnusæti, 10 stykki. Það er hérna komið 100 á og þá reynum að taka þetta 6 sinnum, 6 til 8 sinnum. Þetta er fyrsta skipti í langa tíma sem ég tek Smith Incline. Ég hef yfirleitt verið í Machine breytt til núna. Þannig að það er bara svona að sjá bara hver ég er sko. Þannig að ég er náttúrulega í deficiti og þannig ég er ekkert að fókusa á neitt að stækka eða þyngja. Það er bara að maintaina sko, maður er aðeins að hreinsa lúkið mitt fyrir júlivenir. Ég er að vera þar eitthvað, sprikla byrju ofan, þannig að maður vera nú í alveg standi fyrir það. Alltaf er maður fyrir á svið, verðum við í standi, það er bara þannig. Þannig að já, bara kýla á þetta. Það næst er að JM Press í Smith Machine og þá þetta hérna hreyfing hérna að taka stöngina hérna hjá hálsunum og fá feita teygju hérna á þríhöfn og pressa upp hérna. Ég er ekki að vera svona og hreyfa axlirna það með og fá chestið inn í, bara reyna að ná chestinu eins, þú veist, reyna að taka chestið eins mikið út myndunum ég get. Á þetta eins og close og ég get, fara niður á hálsunum, fá teygjuna í trísinn og svo pressa upp og pressa upp. Þetta er uppbytunarsett. Þetta er 2 vinnusæti af þessu. 8 til 15 rep. Ég býst við að ná bara 8 með þessari þyngd. Ég veit ekki, þetta er bara annars skipt sem ég ger það. Ger þessa hreyfingu. Þannig að formið er ekki orðið fullkomið og þá er ég ekki að fara að lóta þetta alveg slatta og lenda í einhverjum óþarfa meiðslum og svona kjaftaði. Bara proper þyngd og reyna að executa eins vel og ég get í 8 til 15 rep. Og vinna hægt róla tímanum í tækninni.
Þetta var 9 rep. Ég finn rosalega vel fyrir þríhöfðanum í þessar hreyfingu. Ég bara strax byrja að fíla þessu æfingu geðveikt mikið. Ég hlakka mjög mikið til þegar tæknin var betri. Bara að lóta almennilega þyngd á þetta. Með alveg 9 repum, en ég ætla að halda þyngdinni bara. Ekki að fara að rugla í tækni. Kannski hafa tempóið aðeins betra í þessu seinni repum og vinnum svo áfram. Þetta var niðurtók. Fókus á góða teygju og topp, en ekki samt allt of mikið að við missum spennu í vöðunum. Stopp svona hérna. Kreista vel bakið. Gott og wide grip hérna, ekki alveg hérna. Mér er svona, þú veist, í axlabreyti er svona aðeins meira hérna. En ég finn meira ef ég er í þessu sveigjum það niður. En ég er meira með henni þar. Svona vel undir stöngina, finna fyrir góða teygju, chestið út og keyra niður, tókum olnbónum, hægt upp, finna fyrir teygjunni, tóka niður. Við erum bara út að hendina sem krók. Tókum olnbónum. Herru, það var næst easy bar bicep curl. Tökum það smá, eitt uppbytunarsett sem svona kennslusett. Svo vil ég gera það smiðsbestar samfættis í svona, sumfistar næsir og svona. Það er svona að gera svo stóran skrítin. Frekar þarna ekki, það er ekki alveg svona en náðu samfættir og síðan það sem við viljum vera svona svolítið framalega hérna. Þannig að það er ekki að halda svona og tóða svona. Þetta er hérna, alveg beint og ekki hérna. Við viljum ekki stoppa hérna og við viljum fara alveg hérna. Hægt niður. Gott grip, kreista litla pöta vel og hægt niður. Þyngjum það aðeins, 10-12 rep. Það er næst að dumbbell lateral raise, sínum við aðeins það. Við viljum ekki vera hérna, blaka hérna beint út. Skjóta hérna aðeins þetta fram og fókusa þetta íta að veggjunum. Og halda hérna hægt niður. Það endur á smá tricep pushdowns. Svo hérna er að hafa upphandlingin kjörran. Við erum að láta framhandlingin snerta tvíhöfða eins mikið við getum til að fá teygju á þríhöfðan. Þannig að eins með teygju á þríhöfðan við getum.
svo ýta niður. Næst tökum smá kvið. Það kostar þessa rennitífu. Það sem renni gera hérna er það sem að teygja á kviðinu í get, svo ég kem niður, kreista ógeðslega vel á það kviðin og svo aftur upp. Þú veist, það er ég bara, svo ég kreista hérna, svo er ég bara að rétt úr til að teygja allt og svo keyra eftir niður. Ég er ekki að fæða mig sjálfan svona upp, það er bara að hreina, upp til að teygja allt og svo keyra eftir niður. Þannig, teygja allt og svo kreista. Kviðurinn er bara eins og hver annar vöðvi. Það er að fara að fá teygja á hann og kreista. Teygja og kreista. Síðan kann líka að recovera hver annar vöðvi. Þannig að þú vilt stækka á því kviðinn, eða kviðvöðvana, þá gefa ég allan sólarhring 2 til að recovera eftir að taka kviða hverjum einn degi. Þannig byggir hann upp. En þú vilt að hann sjáist, þá er það matræði. Þannig að the ugly truth, það var þannig. Og þess að pæla að gera núna er bara að kveðja. Ég er að taka 2 hérna kvið, eða 2 seti viðbót á kviðnum, svo stíga velna í 20 mínútur og svo er ég búinn. Þannig að þetta var hreinn vöðvi solo edition. Takk fyrir mig.